Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í kvöld Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganemndar Alþingis og þingmaður, og við ætlum að ræða hér ýmislegt sem hefur komið upp á síðustu dögum. Kannski byrjum við á danskri blaðagrein sem hefur valdið töluverðu mikilli umræðu, reyndar ekki í öllum fjölmiðlum en mörgum fjölmiðlum, og það má kannski bara byrja, Sigurjón, að spyrja þig, hvað finnst þér þessa grein? Var talað við þig í sambandi við þessa grein í danska blaðinu? Jú, það var talað við mig þessa grein. Eða greinarhöfundur ræddi við mig ásamt fjölda annarra manna. Já, voru ekki viðtal við hvað, 19 eða 20? Jú, hann byggði þetta á viðtali við 19 aðila. Já. Og þar sem að meðal annars fjármálaráðherra sem að staðfesti að það væri pottur brotinn og hvað varðar ýmsa þætti hér í sjávarútveginum, og það væri mikil tök sem að hagsmunasamtökin hefðu inn á þingi, þannig að það væri erfitt að ná fram breytingum á ýmsum þáttum sem snúa að sjávarútveginn. Það var hans innlegg inn í greinina. Það sem að ég benti á að hvað verðið á aflanum hér er langt frá markaðsverði sem gerist í nágrannaríkjunum. Og þá ertu að tala meira heldur en bara eina tegund. Já, það kom fram, ég skrifaði grein það og fjallaði það, hvað var mikill verðmunur á makríl síðastliðið haust. Já. Og síðan hóf ég umræðu líka munin á loðnuverðinu hér og í Færeyjum. Já. Og síðan það bara rauninni gríðarlegum munur á markaðsverði hér heima á þeim fiski sem að fer á uppboð sem að minni hlutinn, og síðan það sem að selt á milli tengdra aðila í viðskiptum stóru fyrirtækjara. Já, þeir eru að kaupa raunverulega allan ísfiskinn af sjálfum sér á tilbúnu verði sem Verðlagsstofa ákveður, og það helmingi lægra heldur en fiskmarkaðsverð. Já, kannski 30%. Já. En það allavega gríðarlegur munur og sem að gefur tilefni til að skoða og ekki sanngjarn. Hún ekki sanngjarn gagnvart öðrum vinnslum, ekki sanngjarn gagnvart sjómönnum, ekki sanngjarn gagnvart höfnunum sem fá ákveðna prósentu af aflaverðmæti. Þannig að þetta þarf bara í venjulegu ríki, lýðræðisríki, það vestrænu ríki, það þarf að vera gagnsæi með verðmyndun fyrir helstu útflutningsafurð þjóðarinnar. Þetta ástand sem hér að það kallar á breytingar. En síðan gerist það að síðustu viku þá kom svar við fyrirspurn Eydísar Ásbjörnsdóttur sem sneri að loðnuverðinu sem að ég hafa búin að vekja athygli á áður. Já. Og það staðfesti það einfaldlega sem að þú hafðir haldið fram. Það sem hefur verið haldið fram og blasti við, og sjómenn sem að hafa haft samband við mig vítt og breitt að landinu og hafa bent á að ef að þeir landi í Færeyjum að þá verði alltaf þrefalt hærra heldur en hér, og þessi fyrirspurn og svör sem komu staðfesti það að meðalverðið var í kringum 250 krónur á loðnu sem færi til frystingar í Færeyjum, en þegar það 80 krónur hér meðalverðið. Já. Og þá nú rétt að spyrja, hvað verður þennan mismunur? Já. Og þá má nú greina frá því að það kom fram í fiskifréttum í dag að forstjóri Síldarvinnslunnar segir það að þetta sé afurðaverðið, það sé 240 krónur, það þá minna heldur en hráefnisverðið í Færeyjum. Þannig að þeir eftir vinnsluna að þá skilar það minna til þjóðarinnar, ef það má taka þessari frétt, heldur en hráefnisverðið í Færeyjum. Þetta auðvitað mjög sérstakt og kallar bara á sjálfstæða skoðun.
Og þetta hefur margvísleg áhrif og ef við tökum það bara ef að heildarverðmætið yfir 20 milljörðum meira við að landa á sambarilegu verð og í Færeyjum og hafnargjöldin séu svona nálægt 2% af verðmætinu. Brúttóverðmæti. Já, þá erum við að tala einhverja uppað sem að hafnarsjóðir sveitarfélagana verða af sem svarar til hátt í 400 milljón króna. Já. Bara þessari vertíð, þessari einu tegund sem að alveg svakalegt. Já. Ótrúlegt að menn skuli láta þetta ganga yfir sig endalaust. Já, en maður sér núna, það eftir þessa umræðu, eftir þessa staðfestingu, þá má lesa grein eftir Valmund Valmundsson hjá Sjómannasambandinu, þar sem að hann rekur málavöxtu og það greinilegt að sjómenn ætla ekki að setja þegjandi undir þessum skiptum. Nei, en við erum bara búin að gera það í 30-40 ár eða hvað? Ég held að það hafi tvennt gerst í þessu. Það farið að beina kastljósinu að Íslandi núna, það farið að fjalla þetta í Danmörku og víðar og Færeyjum og hvernig hlutirnir eru hérna. Og síðan held ég að líka munurinn sé bara meiri, það hefur bara orðið meiri græðgi, sko. Þetta skeikaði, maður vissi það svona í uppgjöri þegar menn lönduðu í Færeyjum og hér, það var aldrei þessi þrefaldi mun. Nei, það var kannski 10, 20, 30%. 30% eða eitthvað svona. En núna er bara græðgin orðið það mikil virðist vera allavega. Þetta er algjörlega óútskýrt og þetta kallar á frekari spurningar og það sem að ég að leggja núna fyrir fjármálaráðherra, það að fá það á hreint hvað afurðaverðið af loðnunni sem skila sig til Íslands. Já. Það eins og kemur fram í fiskifréttum í dag, það 240 krónur? Ef það aðeins 240 krónur og margfalt hærri upp að í Færeyjum, þá það eitthvað sem mjög dularfullt og þá fer maður auðvitað að skoða það hvort það sé einhver milliverðlagning í gangi. Já. En þarna greinilega hafnir landsins, sjómenn, sveitarfélög og ríkið að verða miklum fjármunum. Allir að verða af miklum fjármunum. Það eru útsvarstekjur af sjómönnum í öllum sjávarbyggðum. Það eru hafnargjöldin í sveitarfélögunum, þar sem aflanum landað. Það tekjuskattur til ríkisins og síðast en ekki síst þetta líka röng brúttó veiðigjöld. Já, og næsta ári. Já, sem greitt reyndar árið seinna. Já. Þannig að þetta verk að vinna og auðvitað ætti þetta að vera í brennidepli umfjöllunar fjölmiðla og vissulega hefur RÚV fjallað þetta og hefur gert það þokkalega vel og kallað eftir svörum frá ráðherra og það ekki að heyra annað en að ríkisstjórnin ætli að taka á þessu. Ég búin að heyra viðtöl við Hönnu Katrínu, við Kristrúnu Frostadóttir og Daða Má og þau eru öll á því að það þurfi að laga þetta til. En þetta þarf auðvitað að gerast hratt og það alveg ljóst líka að umfjöllun sumra fjölmiðla hefur verið afar lítil eða jafn lengi. Já. Og maður hefur vissan skilning á því að það auðvitað þannig að íslenski blaðamenn sem vinna á þessum miðlum að þeir eru bara í sömu stöðu og íslenski sjómenn, ef þeir tala of hátt ákveðna hluti, að þá þurfa þeir ekkert að kempa hærutar. Já, í því starfinu allavega. Þannig að þetta svolítið sérstakt, en eftir þessa umfjöllun loðnuna og berlínske, þá hef ég fengið nokkra fyrirspurnir frá blaðamönnum, meðal annars frá Namibíu, þar sem maður spurður út í ummæli fjármálaráðherra að spillingin hvað varðar fiskþrót eða þetta millivarilagningu sem varð í Namibíu, hvort að það sé Namibíumönnum að kenna og ýmislega spurningar sem maður kannski átti erfitt með að svara
og auðvitað enska ekki mín tunga en maður reyndi svona að segja hlutina eins og þeir eru, þetta væri ekki heppileg ummæli og Namibíumenn sem eru svo sannarlega að taka á sínu málum að þeir eiga kannski þessi ummæli ekki skilið fyllilega þegar að hluti þeirra sem eiga þar að máli eru íslenskir. Já, já. Og síðan eru það blaðamenn frá Færeyjum sem hafa verið að setja sig í samband Bretlandi og Noregi. Þannig að það er áhugi á þessu og já, við þurfum miklu meiri áhugin miklu meiri ellendis heldur við hérna í rauninni. Já, ég ætla ekki að segja það, en ég held að menn hafi bara frjálsari hendur. Já, en svo er það að sjá til hvort að þetta hvað verður úr þessum fréttum. Já, já. En það eru þjóðir að fylgjast með Íslendingum. Já, eðlilega. Þetta er og þetta er eitthvað mál sem að Íslands stjórnvöld verðar hreins upp og við í flokki fólksins að við höfum verið mjög áfram það að koma meira gagnsæi í verðmyndunni, meðal annars að fara sömu leið og Færeyingar. Að aðskilja þá veiðar og vinnslu sérstaklega uppsjávarskipunum og varðandi botnfiskinn að þá gera Færeyingar það að ef það eru stærri skip sem eru kannski að landa segjum 100 tonnum af þorski á ári að þá þurfa þau stærri og smærri skip þá þurfa þau að skila 30% eða 30 tonnum á markað á ári. Þannig að það verði verðmyndun á markaði. Þá dugar það á allan farminn. Já, það er sko... Þó að þeir taki það sjálfur í sitt eigið hús, þá er komið kílóverð á allan aflan. Já, þá er það þannig. Þannig að ég held að þetta sé leiðin og að þetta þarf bara að gera þetta klárt. Og það myndi náttúrulega koma sjálfstæðum íslenskum fiskverkendum sem þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði, þá tryggði það þeim aðgang að meira hráefni. Því þeir eru oft í rauninni að fá bestu verðin fyrir hvert selt kíló úr landin. Já, það vísu, sko, við vitum ekki heldur með ýmsa vinslunar sem eiga jafnvel sölufyrirtæki. Já. Sem hvað verður eftir þar. En svo hafa aðrir bent á sem ef það fer meiri fiskur á marka þá fara bara erlendir aðilar og kaupa þetta frá íslensku vinslunni. Það þarf alls ekki að vera ef það eru sett upp bara ákveðna tæknilega kröfur til dæmis að menn menn setja þetta í kassa eða einhver lágmarks vinsla fari fram áður en það fer út. Já. Þannig að það eru ýmsa leiðir til þess til þess að auka það magn sem að fer til vinslu og mér finnst það skipta verulega miklu máli Við fluttum út á síðasta ári 52.000 tonn af óunnum fiski bara í gámum. Já. Og það er dálítið mikið. Já. Mest af því þorskur en það voru þó aðrar tegundir, ufsi og karfi og ísa En sko eins og fyrir mig sem er núna í því starfi að reyna að skammta fólki skammta stofnunum og aðilum vítt og breytt landið fjármunum naumt sko, allir vilja heldur meira að það væri mikil búbót í að fá fiskinn á rétt verð. Já. Og það væri mikil búbót að meiri fiskur væri unnin innanlands. Já. Og það er bara þjóðarhagur og myndi gera ríkisfjármálin miklu auðveldar en þeir eru. Já. Og þess vegna maður nú meðal annars sennilega myndi þetta bara miða við það að bæta ekki við kvótan neinu verulegu magni. Myndi þetta auka aflaverðmæti í landinu 30-40 milljarða. Ég er nú ekki alveg með þessar tölur í kollinum hvað þetta en þetta eru verulegar upphæðir. Já. Og það, eins og ég benti á, ef við hefðum fylgt bara gömlu aflareglunni í loðnu, að þá hefði aflinn verið 100.000 tonnum meiri, 110.000 tonnum meiri heldur en hann var á síðustu vertíð. Já.
Og ég segi nú bara ef við hefðum haft það á færisku verði að þá væri nú auðveldar að klára ýmsa hluti, hvað sem það að setja aukna fjármuni í framhaldsskóla eða meðferðarstofnanir og hvað sem sko. Sjúkrahús eða vegaframkvæmdir eða hvað sem tala nú ekki vegina. Já. Þannig að þetta hefur áhrif og þetta hefur líka áhrif til ég vera á bara ef allir eru með hlutin upp á borði þá líður bara fólki betur og við tala nú ekki þeim sem að standa í þessum rekstri staðin fyrir að búa við þessa umræðu sem að þarf að hreinsa upp. Þetta náttúrulega ömurleg umræða fyrir íslenskt samfélag, svona neikvæð umræða elstu atvinnugrein okkar og þá mikilvægustu raunverulega gegnum tíðina. Því við byggðum upp Ísland bara fyrir tekjur af fiski. Jú. Það var ekkert öðruvísi. En þetta svona það sem efst á baugi, en hvaða blað úr Færeyjum talaði við þig? Það var blaðkona sem rekur vefmiðil. Já. Var á Kringlvarpinu en komin annað. Já. Gott ef hún heitir ekki Barbara Holm. Já. Og hefur verið velmetin í færeysku fjölmiðlum. Þannig að þetta svona. En norska blaðið? Ég man ekki alveg með þá taktin hvað það Við sjáum hvað kemur út úr þessu en þetta verður líka fróðlegt að sjá umræðin í Namibíu núna. Af því að það liggur greinilega þungt á þeim að þeim sé kennt þau mál sem að þeir eru að hreinsa upp. Ég heyrði í fréttum núna seinnipartinn að Páll Steingrímsson sem var hjá Samherja hann var fór í mál við Ríkisútvarpið og Þóru Arnþórsdóttir og þau voru Ríkisútvarpið og Þóra voru sýknuð af þessu í svokallaða byrlunarmáli. Já, ég þekki það ekki. Nei, það var verið að segja frá þessu í fréttunum í dag. Að þau hafi sem sagt verið sýknuð af hans ákæru. Já, en þetta forgangsmál til ég vera. Það að koma á gagnsæi í þessu og að tryggja að hlutirnir séu upp á borðum. Og við erum bara með ólíðandi ástand hér. Já, það nokkuð til í því. En það líka annar þáttur í þessu sem mér finnst skipta máli að eins og staðan núna að ef við ætlum að halda áfram með þetta kerfið óbreyttu sem að ég nokkuð viss að verði ekki það verða breytingar á þessu kerfi til batnaðar. Það að ef að menn verða með þetta kerfi og þessi stóru fyrirtæki hafa þessar veiðiheimildir og við göngum inn í Evrópusambandið sem einhverju vilja að þá alveg ljóst að fyrirtækin og þar með veiðiheimildirnar verða söluvöru á evrópska markaðnum. Á evrópska markaðnum, á stóru hluta sem að gæti alveg mögulega lyft upp hlutabréfaverði í umræddum fyrirtækjum en þið raunin til þess að óbreyttu kerfi að einhver stórar alþjóða fjármálafyrirtæki svo Unilever gæti bara keypt íslensku fiskimiðin og svo var það undir hælinn lagt hvernig verðlagningin væri og ég segi það að óbreyttu kerfi að þá ekkert annað en að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að verður í ágúst nema þá aðeins að það verði sett inn eitthvað ákvæði í stjórnarskrána að náttúruauðlindir séu alfarið í eigu þjóðarinnar. Já, það þarf að setja þennan varnagla og mér finnst það vera kannski sá þáttur sem að talsmenn
Evrópusambandsins, inngöngu þangað, ættu að ganga frá áður en að vera að bjóða þjóðinu upp á þessa atkvæðagreiðslu. Þannig að meðan þetta ákvæði er ekki inni í að þá og með þessu kerfi að þá er alveg auðsvarað að mínu viti hvað ábyrgir íslenski þegnar að kjósa í ágúst og það er að segja nei takk. Já, já. En það er nú margir sem vilja sjá hvað er í pókanum. En það eru fleiri mál, Sigurjón, sem þú hefur verið að vekja athygli á í gegnum þingi og sérstaklega kannski á meðan þú varst formaður atvinnuveganefndar. Það er til dæmis eins og vigtarmál og íspröfutar. Já. Eða raunverulega íspröfu svindlið. Já. Hvað viltu segja það? Ég vil segja það að þá að vigta allan fisk eins. Það er að gilda sömu reglu fyrir alla. Og vera löggiltar vigtar við þetta. Já, þá að vera þannig að menn þá bara vera föst ísprósenta fyrir alla, allt það sama og síðan tel ég allavega ef að þetta er rétt varðandi verðlagninguna á loðnunni og makrílnum að þá finnst mér eðlilegt að skoða fleiri þætti í framhaldinu, svo sem eins og heimavigtunina. Já. Já, sko, það má svona... En við sjáum líka núna, nú er að hefja strandveðar og það er aldrei að vita nema ég fari á eitthvað á sjóinn að þá byrjar eftirlitið svolítið mikið en svo þeir sem eru stærri í greininni sko þá virðist að vera svona meiri slaki. Heldur betur. Það er hægt að nota dróna til að fylgjast með trilluköllum sem eru kannski 5 eða 10 mílur frá landi og lítið lengra en það er ekki fylgst mikið með tórunum eða stóru skipunum. Ég er sjálfur sér þá, eins og ég hef sagt hérna áður, að þá finnst mér að þeir frekar að vera hvati til þess að menn hafi rétt við og þetta eftirlit með drónum og allt þetta er svolítið manni finnst þetta að vera svolítið að snúa hlutunum við. Ef við værum með sóknardaga og ekki kvótakerfi upp á kíló, þá væri engin þörf. Þá væri svona minni þörf á því. Þá myndu allir koma með alla fiskar sem þeir drápu hverju sinni eða þann daginn. Jú, þetta er það er eins og maður segir. Þetta kostar töluvert að vera með fiskistofu með því sniði sem hún er í dag. Það kostar peninga. Jú, það gerir það. En það eru bara mikil tækifæri í að búa til sveigjanleika og í þessu kerfi. Ég hefði gjarnan viljað að menn hefðu tekið bara eins og núna að strandveðarna sem eru ekki eiginlega neitt, tekið það bara út fyrir sviga og staðinn fyrir að vera að draga þetta frá einhverjum heildarpotti og við erum hér með sama pottin, hvað sem veiðist við Grímsey og Vestmannaeyjar. Við þurfum að fara aðra leiðir í þessu og við þurfum að horfa það hvort við getum ekki bara haft opin svæði, svona næst þessum sjávarbyggðum til þess að efla þær. Það væri mikið menningarslys ef að byggð í Grímsey færi í eyði bara út af einhverju kerfi sem að skila helmikið minni afla á land og skilar verði upp úr sjó sem er ekki sambarlegt við það sem að gerist í nágrannalöndunum. Þannig að það eru menn ættu bara vera að skoða allt þetta með opnum huga. Já. Það er eins og menn séu sem að vilja halda í kerfi alveg og með ekki breyta neinu að það er eins og einhvers hræðsla bara jafnvel við að taka umræðan það. Já. En þú tókst nú drjúgan þátt í því að koma grásleppunni út úr kvóta. Já. Það er náttúrulega sú ráðgjöf og kvótasetning er náttúrulega bara byggð á
Ég held að sé, sko, það er hægt að setja út á margt varðandi ráðgjöf Hafró. En hvað var að grásleppuna, að þá er ekkert samband, sko, á milli þess hrygningastoppsins eða það sem skila sér eftir einhver ár að lokinni hrygningu. Það er ekkert þekkt. Og eins og ég hef nefnt hérna áður að grásleppan að hún er mest í efri lögum sjávar en menn kanna það með 10 mánuði á ári hún uppsjávarfiskur. En svo eru menn með stoppmælingu botnfiska, það er togararalið til að mæla hana og það er alveg augljóst að það var allavega í fyrra og 2020 ekkert samband á milli. Ég er alveg hiss á þeir skuli ekki alveg eins fara að telja fugla eftir í hvað þau koma í togararalið sem er botról. En þetta er bara, ég lít á þetta kerfi bara mikið tækifæri að breyta þessu og sérstaklega hvað varðar verðmyndunina og leið og það gerist þá leitar líka veiðiheimildirnar þar sem að menn eru að gera best í þessu en ekki hvað aðstöðu menn hafa og síðan held ég líka ekki hver var pabbi þeirra og hvern erfuðu þeirra og eða konan skildi við þá eða Þetta er náttúrulega eins og þetta er en samt sem áður að þá er það ennþá ákveðin boðun í gangi jafnvel í háskólasamfélaginu að þetta sé gott kerfi þó að við höfum staðreyndirnar fyrir framan okkur að aflinn er nánast minni í öllum tegundum. Já. Og mér finnst mikilvægt núna að taka þær tegundir bara út úr kvóta sem er ekkert nýttar, ekkert veittar að fullu. Auðvitað ætti að gera það þegar að þeim sem eru úthlutað veiðiheimildum og er falið það að sjá að veiða þennan part af stofninum, þessa tegund eins og til dæmis ufsa og veiðan svo ekki. Akverju ár eftir ár, akverju leifum við ekki öðrum sem vilja leggja sig eftir í að veiða ufsa? Jú, það er líka margt í þessu, sko. Við sjáum að ráðgjöfin er stundum svo heilög að það er bara eins og menn sé að tala ritninguna sjálfa. En síðan er hægt að breyta einni tegund í aðra tegund. Og það er að veiða inn á næsta. Það var góður ár. maður fyrir 2000 árum, hann breyti svona vatni í vín, en að breyta ufsa í grálu, það er hægt í íslenska kvótakerfinu, en það er ekki svona. Þú þarft reyndar ufsa ísu og kannski karfað, þú þarft 3 tegundir til að geta búið til eina tegund. Eða það var svoleiðis. Já. En þetta er náttúrulega eins og maður segir, hrein og klár vitleysa og síðan er það djúpkarfin sem er með 0 ráðgjöf, að það hefur gefið nút nokkuð 1000 tonna veiðiheimildir í honum, en síðan ef það á að reyfa eitthvað fyrir minni bátana, sko. Í 1.000.000 tonna kóta. Í 1.000.000 tonna stofni. Stofni. Já. En þetta er svona, við erum allavega að ná fram einhverjum breytingum. Ég myndi gjarnan vilja taka mikið stærri skref. Já. Og það er ekki staðan eins og núna varandi loðnuna, þetta er svo gapandi að ábyrg stjórnvöld geta ekki horft fram hjá þessu. Jú, en svo á þetta bara við í öllum hinum tegundunum uppsjávar síldinni. Norsk-íslensku síldinni við köllum það sumargotssíld sem veiðist við Ísland, svo erum við að veiða úr norsk-íslensku síldinni og svo erum við að veiða svartkjaft eins og færingarnir kallar kolmunan og þar er munurinn á Íslandi og Færeyjum. Já, þannig að þessi verðmyndun er bara viðvarandi vandamál. Já, og hún er búin að vera það til margra ára og komast upp með það hinga til, en kannski er að rofi eitthvað til
einhver staða núna og menn sjá að þetta gengur ekki. Þetta er svo mikið óréttlæti í þessu, hvernig þetta er framkvæmt. Jú, og það er engin vestran þjóð sem að sætti sig við svona. Nei, ekki. Og að maður heyri það jafnvel ennþá að við höfum að vera með kassan úti gagnvart þessu kerfi sem að er svona, að það er náttúrulega eins og hver önnur vitleysa. Já, þetta er sorglegt að upplifa þetta með þessum hætti eins og þetta er. Og svo eru náttúrulega margir aðrir vinklar á þessu. Hvað skila sér raunverulega heim af þessum verðmætum þegar menn er að selja sjálfum sér afurðnar á erlendri grundu og taka einhvern mismun frá íslenska verðinu sem þeir skila heim og hafa það eftir erlendis. Þar sem að fyrirtæki er í skattaskjólum. Já, sumt af þessu er bara meira sér löglegt, sko. Já, en menn taki ekki á hátt hlutfall. Nei, þeir taki ekki á hátt hlutfall. En samt sem áður að vera kannski með nokkra skúfur og vera jafnvel með vinnslu erlendis. Já. Þetta er eitthvað sem að verður að stöðva og þetta verður ekkit stöðva nema að markast tengja verði hér heima. Nei. Að því að þegar uppi staðið þá er ekkert séríslenskt verð. Það verðið mun alltaf svona nálgast það sem að gerist í nágrannaríkjunum með sambærilega vöru. Þess vegna þegar maður heyri það núna að verðið á afurðunum er lægra heldur en á loðnunni er upp úr sjó er lægra heldur en afurðaverðið sé lægra heldur en það sem er greitt fyrir fiskinn upp úr sjó í Færeyjum, að það er eitthvað sem gengur ekki upp. Það er þá eru menn nánast að eyðileggja hráefni þegar það fer inn í vinnslu. Já, þeir eru nú ekki að gera það held ég, en þeir eru bara af því að þeir hafa þennan möguleika að gera þetta með ýmsum kúnstum. Jú, og þetta verður að breytast. Já, maður hefði haldið það. En það þarf menn með vöðva í það að breyta þessu. Nú erum við með 3 dömur í forsæti stjórnarinnar og við verðum að treysta því að þær takja á þessu því að þetta er algjörlega ólíðandi og við erum að verða að hálfgjöru atlægi allavega í þessum geira. Já. Og bara þjóðin sem slík útlendingar spyrja mann bara hvað er að ykkur, akkur líðið þetta, hvað eru þið bara aumingjar allir upp til hópa að láta þetta yfir ykkur ganga. En það verður líka að horfast í augu við það að eins og staðan er núna á þingi þegar verður að hreyfa við þessum málum að þá er þarna ákveðin varnarsveit inni, það er alveg rétt hjá Daða Má. En við erum nú í meirihluta og við eigum þessi ágæta ríkisstjórn að taka á þessu og gera það hratt og vel. Það er alveg það sem ég sé í þessu. Það er lykilatriði til þess að ná árangur í þessu er að fara í hraðasókn. Já, líka. Ég er nú svona góður við sjálfa mig þannig að ég myndi nú gjarnan vilja náður í daga og geta sagt oftar já heldur en nei þegar óskað eftir fjárveitingum. Já. Þannig að þetta bara myndi létta mjög róðurinn í rekstrinins opinbera mjög hratt. Það er engin spurning það. Bæði ef við fengjum svona rétt verð og tala nú ekki ef það væri bætt hér í veiðar. Það væri náttúrulega óskadraumur að menn myndu endurskoða það að fara bara í ráðgjöf eins og var bara eins og í bolfiski í 25% af mælanlegum stofni, ekki 20%. Það er hægt að fara svona á þess að valda einhverjum rosalegum straumhvörfum, en skipstjórar og sjómenn sem ég hef búin að tala við í vetur, þeir segja að það á híklaust að veiða 100.000 tonnum meira á þorski í ár heldur en Hafrannsóknastofnun mælti með. Já. Og
þá væru það tölverði peningar, sko. Jú, menn voru með hérna 25% Já, og veiðiálag. já, En þegar að hlutir til gengu hérna og menn verða að hafa það í huga að þetta 25%, 30%, 20%, þetta er á svona reiknari stofnstar Já, og hún já. náttúrulega pluss mínus 20%. já, já. En Og örugglega meira niður á við þeir heldur en verið ofar. að afskrifa allt upp í 500.000 eða 600.000 tonn úr stofninum sem þeir hafa verið að leiðrétta sig með aftur í tíman. Jú, það var leiðrétt hátt í 270.000 tonn leiðrétt innan gæsalappa. Já, Þannig að þetta er auðvitað engin leiðrétting. Menn mældu stofnin árið 2019 já, 267.000 tonnum stærri, heldur hann var endurmetinn já, í fyrra, já, sem að segir okkur þá, ætti að segja okkur eitthvað ónákvæmni í þessu Já. og þegar að menn er að vandraðast með það hvort að strandveðar eða vera 10, 20 eða 30.000 tonn eða hvort að ég bæta 3.000 tonnum í pottin eða eitthvað svona og með alla þessa óvissu fyrir fram að sig að þá ættu menn kannski fenglu frekar að horfa á hérna óvissuna og þá með það í hag að auka veiðarnar. En þess að við erum að fara bæði upp og niður með stofnin óháð nýtingapróstunni. já, já, Þannig að veiðar þær hafa vissulega áhrif á einhverjar stofnin að einhverju marki en hann heldur áfram að sveiflast upp og niður. já, já. Og við erum að fara Það var vel hérna niður og í- við þrátt fyrir mjög íhaldsama veiðirákjöf. Já, Þannig að það er alveg augljóst að áhrif veiðana eru ofmetin. ég var með hérna mann í síðasta þætti fyrir hálfu mánuði síðan, Björn Ólafsson, sem hefur verið að stúdera mikið vinnubröð Hafrannsóknastofnunar og hann sagði að sami þorsk að fjöldi væri í hafinu núna og fyrir daga kvótakerfisins þegar við vorum að veiða 400.000 eða 450.000 tonn. Já, það Reyndar sagði hann að þeir væri eitthvað aðeins að meðaltali litlu léttari. Aðeins léttari. núna. Já, Já, það sem gerðist kannski með minni veiðum var að fiskunum léttist, hafði á vexti og síðan þá minnkaði nýlunin. út af, Það meiri samkeppni. já, En fæðuna. það er svona, eins og maður segir, það er annar flutur á þessu. Það er verðmyndunin sem að ég held að allir stjórnmálamenn ættu að geta sameinast að ættu að vera upp á borðinu fyrir sameiginlega auðlind þjóðarinnar að einhver gerir opinberlega ágreining það að hann vilji halda þessu óbreyttu, þá er hann í sömu mund að segja að hann sé ekki með þjóðarhag í huga, heldur eitthvað allt annað. Nei, en Og þess vegna ætti það að vera forsenda að setja fisk á markað, fá opna verðmyndun og einhverjir stjórnmálamenn, hvort sem það er í sjálfstæðisflokknum eða miðflokknum sem maður mun eflaust berjast á móti, þá er það, verða menn að útskýra það, hvaða ástæður þar að baki. Það er auðvitað engar annur ástæða heldur en sérhagsmunir og þá mögulega að viðkomandi stjórnmálamanni í miðflokki, sjálfstæðisflokki eða Framsókn telji að bara sjómenn séu of haldnir og vilji bara skerða launið þeirra og þau bara fara eitthvað annað og vera mögulega bara í einhverju skattaskjóli. Þetta er stafan sem er uppi núna og það verður að breyta þessu. Já, já. En núna erum við náttúrulega að tala spillingamál í Namibíu og það er verið að rannsaka eða búið að rannsaka þáttöku samherja í þessu Namibíumáli. En það er eitt sem hefur verið lítið talað að samherji borgaði 300 milljónir í skattsvik fyrir einhverju 3 árum síðan eða 4 árum síðan. Já, ég er ekki alveg vel heim með því. Nei, en ekki ég heldur. Bara mikilvægt hvað sem það er fyrir fólk sem hafa stöðu sakbornings Já, að málin séu kláruð.
Það er bið eftir réttlæti í sjálfu sér óréttlæti. Það er ömurlegt og mér finnst það skipta máli að menn klára þetta og ég hveti þess. Ég er alveg sammála því og þetta er búið að taka allt og langan tíma meðferðin á þessu máli. En böðsið frá öllum þessum málum að þá stöndum við núna frammi fyrir því að fiskur er verðlaður langt undir því sem hann er í nágrannaríkinu. Það er óútskýrt og við erum líka með verðmyndun hér heima sem er langt frá því að vera eitthvað nálægt sanngjörnum markaðsverði. Þetta þurfa stjórnvöld að klára. Já, maður hefði haldið það. Og ættu að vera raunverulega að beita sér í því á fullum krafti. Sama auðvitað við vigtamáli. Já. Þetta er ekki flókið. Nei. Og þetta allur almenningur, hans lítur að sjá það að þetta er sanngirnismál. Ef þú ert með lítinn bát, að þá sé með vigta með sama hætti og sért með stóran bát. Já. En það er ekki svoleiðis. Það eru einstaka fyrirtæki, ég man ekki hvað það eru mörg, það eru náttúrulega uppsjávarfyrirtækin, eru með svokallað heimavigtunar leyfi og svo eru nokkur frystihús með heimavigtunarleyfi. Já, það er það þeir eru nú kannski aðalega með þess að geta tekið ísinn frá. Já, þá eru þeir En það er bara, þetta á ekki vera flókið. Svo er úrtaksvigtunarheimild, þá ferðu inn á Hafnarvog með aflan á vörubíl eða flutningabíl og svo í húsið og þá er tekin íspröfan á honum og skilað á Hafnarvogin að þetta mikill ís í aflanum. Rétt verð, vigtað eins, þetta er ekki flókið. Allir stiða, maður getur ekki verið á móti. Þegar þú landar inn á fiskmarkaði, þá tekur fiskmarkaðurinn íspröfunar og hann er bæði að gæta hagsmuna seljanda og kaupanda. Að kaupandi fái sinn fisk sem hann keypti og allt sé í lagi. Já. Það er fljótt að heyrast hljóðurhorni ef að menn eru með eitthvað broga þar. Já, eðlilega. En þetta er, eins og ég nefndi þetta eru ríflega 20 milljarðar, ding, bara á einni loðnuvertíð. Og lélegri loðnuvertíð. Já, svona meðal léleg eftir frá, þetta er meðalvertíð eins og það hafi verið frá árinu 2015, þegar er breyttu aflareglunni. En þegar þú horfið tilbaka, eins og ég er 25 ára, þá vorum við að veiða upp í yfir 1 milljón tonn. Já, það er samkvæmt gömlu aflareglunni, það var sú sem var notuð fyrir miðja 1915 að þá var meðalveiðin 760.000 tonn meðal. En núna voru allir jafnvel hagfræðingar sem að veittu mér þær upplýsingar að þetta væri eitthvað rosalega stór loðnuvertíð en auðvitað er þetta ekki þannig en þetta er auðvitað betra heldur en hefur verið sumunda fyrir ár. Já, 2 síðustu ár. Og þetta eru gríðarleg verðmæti. Já. Og bara frosin loðna hans markað í heil fiskurinn, það er bara dýrmætt og svo er hann ennþá dýrmættari þegar fara kristan og hirða bara hrognin og setja ratið í bara bræðslu. Þannig að það fást mestu verðmætin fyrir loðnu aðvörðir svoleiðis. En ég held að Færeyingarnir séu ekki að kreista loðnunórunum. Þeir heilfristan bara. Já, þeir eru... Nei, ég þekki það ekki alveg nákvæmlega en það voru ekki normenni sem að stoppa við þeir komast ekki þegar hann er komin að loka metran í hrygningunni. Nei, þeir tempra svo sínar loðnuveðar. Þeir leyfa Rússum og Norðmönnum að veiða svo lítið af loðnu. Þeir eru alltaf að hugsa að hafa loðnuna sem fóður fyrir hana fisk. Já, en ég held að það væri þannig að þegar Norðmönnum var ekki hleypt suður fyrir land þyrfti að veiða sína
fyrir norðan ákveðnat? Já, á Íslandsmiðum Já. eiga þeir bara fara suður að Eystrahotni í línu sem liggur í austur frá Eystrahotni Já, í austur. hvað sem því líður, þá þetta eitthvað sem á að vera mjög lítið mál að kippa í liðin Já, já. og mjög erfitt að vera á móti Maður með einhverju rökum. Maður hefði haldið það að menn gætu ekki verið mikið á mótið þessu, að breyta þessu til batnaðar, en það virðist bara vera í Alþingi varðsveit þessara hagsmuna afla. En ríkisstjórnarflokkarnir hafa meirihlutann og já. þeir þurfa auðvitað að Þeir geta breytt þessu. Og ef að og ég held að sé fárök fyrir því að gera það ekki. Hversuna ættu við ekki að vilja að sveitafélögin hefðu bara út úr lónuvertíðinni hátt í 400 milljón króna meiri tekjur í Hafnarsjóðum, hvort sem þeir eru á Vopnafirði eða Neskaupstað og á öllum þessum stöðum, sko. Það munar þetta að Vestmannaeyjum. Eskifirði, Fáskrúðsfirði, og þetta er Hornafirði, Vestmannaeyjum. Og það er annað sem hefur gerst líka sem er ágætt að minnast á hérna. Að ef að grásleppu sjónmaður landar fiski á til dæmis Ólafsfirði, að þá greiðar hann jafnvel hærra hlutfallslega hafnagjald heldur en þeir stóru. Það er sér afsláttur. Já. Það er bara svo orðið svo erfitt fyrir minni sveitafélögin að standa á móti þegar þeir stóru segja ég vil fá þetta greiða segjum bara 1% í hafnagjöld. Þá ef að ég landa 7.000 tonnum þá fæ ég þennan afslátt. Þannig er það til dæmis í Fjallabyggð. Það er mörgum sveitafélögum svona. Já, þá er það þeir stóru fá sérstakan afslátt. Þá fá þeir magn afslátt. Og ég ætla ekki að áfellast sveitarstjórnarmennina. Nei. Vegna þess að þeir standa náttúrulega frammi fyrir því að ef að þeir veit ekki beðinn afslátt, að þá er alltaf hætt á því að skipið sem er með megnaða veiðiheimildunum sigli bara framhjá. Já. Og þetta er eitthvað sem við á Alþingi þurfum að breyta, þannig að það sé sett eitthvað gólf, þannig að myntahagræðingin, hvernig sem mann líti á hana í kerfinu, að hún skili sér þá einnig í þessar hafnir. Það væri ekkert útilokað að allur þorskafli væri með meðaltali fiskmarkaðar eins og hverjum degi og það væru hafnagjöldin sem að viðkomandi skip ætti að landa. Við vorum með það í Sandgerði þannig að það voru bátar, snurvoðabátar sem fengi að setja allan aflan á fiskmarkað og trillur sem gerðu það líka. Svo komu stærri bátar sem voru að landa í föstum viðskiptum og þeir voru að borga helmingi færri krónur í hafnagjöld fyrir sama afla. Já. Þetta af því að þeir bara lönduðu inn í eigið hús. Já, þeir lönduðu inn í eigið hús á ákveðnu verði og það var helmingi lægra. Það er auðvitað ekkert sanngjarnt og það er svo einkennilegt að þeir sem hafa talað hvað mest stundum að töluðu sér hása hefðil á móti veiðigjöldunum. Já. Breytingum á þeim að miðast við markaðsgjald og töldu þetta að þau myndu auka samþjöpunina. Þetta er miklu frekar þáttur sem eigur samþjöpunina. Þú ert alltaf að greiða hærri hafnagjöld og þar að leiðindi þarftu jafnvel að greiða hærri svona laun til sjómannan og allt það. Þessu þarf að breyta og mér finnst að þetta ætti að vera forgangsatriði fyrir ríkisstjórnina. Það myndi svona auðvelda okkur lífið, fá fleiri krónur að spila úr. Já, og myndi hjálpa bara til í öllu þjóðfélaginu, það er ekkert öðruvísi. Þetta kemur allstaðar inn og þetta fer inn í æðakerfi þjóðfélagsins. Hærri útsvarstekjur, hærri skattekjur
og allur sá pakki. Þannig að þetta er alveg borðleggjandi. Þetta er alveg borðleggjandi að gera þetta en Og það að gera þetta ekki, að það býr bara til enn meiri vandræði. já, og reyndar ósætti í þjóðfélaginu sem að menn kannski í dag sem komast upp með að gera þessa hluti í skjóli einhverja afla að þeir eru bara að kalla yfir sig meiri óánægju og meiri baráttu frá þeim sem standa höllum fæti að þeim finnst. En Sigurjón, það er nú ýmislegt sem við erum búin að ræða og það er náttúrulega, við verðum að minnast og hún myndist nú á hana Eydísi Ásbjarnardóttir í sambandi við loðnuverðið. Hún fékk þetta breynt frá atvinnuvegaráðherra og úr ráðuneytinu og hún á lofskili fyrir það að fylgtu settir og fengi þetta. En hvað er svona merkilegast í þinginu hjá þeir þessa dagana? Það er eitt og annað. Það er fjármálaáætlunin. Það sem er að verða svona, það eru breiðulínurnar sem að eru hvernig fjárhagur verði næstu árin og hvað við ætlum í hvert málaflokk. Það er náttúrulega aukin útgjöld til hjúkrunarheimilina sem að er á döfinni og heilbrigðiskerfið og síðan er verið að stofna innviðafélag og það á að hafa það markmið að bæta verulega í vegina og innviðina og það er þörf á því. Þetta væri hægt að fara þá leið að hækka kílómetragjaldið og setja það í innviðina og staðinn fyrir að vera að búa til sérstakt félag. Marga leiðir svo sem að þessu en hver sem leiðin er að þá er alveg nauðsynlegt að efla innviða því að það er náttúrulega leið til framþróunar samfélagsins. Jú. Og ef við ætlum að vera land með ferðamenn það verður að taka það fram að innviða uppbygging á síðustu 20 árum hún hefur ekki verið nokkur. Þetta er búið að vera ömurleg ríkisstjórnir fram að þessari. Það hefur ekkert verið lyft upp litla putta til að gera nokkuð skapaðan hluti í innviða uppbyggingu. Hvað er búið að byggja mörg hjúkrunarrými síðustu 10 ár? Ég er nú ekki með það en það er eitt sem að hefur setið á hakanum. Síðan er auðvitað það sem hefur setið á hakanum líka eru jarðgangagerð alveg frá árinu 2020 og allt kostar þetta en þetta er líka fjárfesting bara fyrir komandi kynslóðir. Hefði maður vilja hafa tvenn jarðgöng í gangi svona. Af hverju geta Færeyingar bora göngu á öll fjöll sem þeir bara rekast á? Það er ýmislegt sem við getum lært af Færeyingum. Já, ég veit það. Og ég tala nú ekki verð á lóninni. Já. En það á við reyndar á öllum öðrum fiski í Noregi. Nei, í Færeyjum. Já. En það er náttúrulega, það er búið að ganga vel þar í öðrum greinum líka. Og það er fiskheldið sem hefur skilað miklu þar. Já. Og það er ferðamennir að koma líka auknum mæli og þannig að það gengur vel. Þeir Færeyingar eru duglegir. Já. En þetta er svona það sem er þessi fjármálaáætlun núna. En þeir taka og svo er annað sem skiptir máli líka sem að ég held að var nú í umræðinu í dag bara í fjölmiðlum að það er framkvæmt fjárlaga. Það er að þegar að við erum að ákveða fjárheimildir að þeim sé fylgt eftir og að stofnanir og ríkisaðilar og aðrir að þeir fari eftir því sem þeim er skamta og eða þá fái þá einhverja heimild í fjáraukalögum en safni ekki upp einhverjum skuldum og mér finnst það skipta miklu máli að líka að hafa þetta svolítið opið samtal þannig að við náum utan það. Það er auðvitað eins og var bara í dag að vera umræðum Matvælastofnun sem er komin í búin að safna upp 1200 milljóna skuld og það er vegna þess að ég tók eftir þessu líka. Ég var í
í umhverfis og samgöngunum. En þá það eins og þar var að þá eftirlitið ekki að standa undir sér. Þá náttúrulega bara tvennt að gera, hvort að gera það ódýrara, kannski með myndavéla eftirliti og eitthvað svo leiðis, ég veit það ekki, eða svo hitt, það að hækka gjaldskránna. Já. Og þetta eru svona ýmis mál, en ef ekkert gert, hvort sem með þetta eða ríkislögreglustjóra, þá bara heldur þetta áfram og þess vegna svona framkvæmd fjárlaganna og það áhugavert verkefni, ekki síður heldur en breiðar línu fram í tíman sem að byggja á einhverjum hagspám sem eru svolítið svona oft bara hort í glerkúlu og háðar ýmsu og margt getur komið upp. Já. En Sigurjón, þetta búið að vera skemmtilegt spjall hjá okkur og dálítill fróðleikur í þessu líka. Og ég bara hveti bara til að segja eitthvað að lokum. Segja eitthvað að lokum? Já. Það bara að þakka fyrir boðið og þetta bara nauðsynlegur þáttur sjávarútvegsmál og það áhugavert að við erum búin að ræða loðnuverðir og þetta búið að vera á allra vörum í flotanum. Já. En það hefur ekki verið rætt þennan hlut í þeim, kálfum eða þáttum sem að sérstaklega eru ætlaðir undir umræðum sjávarútvegsmál í öðrum miðlum. Og þannig að ég segi það að sjávarútvegsspjallið hér nauðsynlegt og maður rekur sig líka það þegar maður á ferð í kjördæminu, norðaustu kjördæminu, að það eru margir sem horfa á þetta og hefur verulega áhrif. Já. Þannig að samstöðin alveg hróskilið. Ég fæ mjög góð viðbrögð víða af landsbyggðinni og fólk að ringi í mig af flestum stöðum ringin í kringum landið. Þannig að en ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttur fyrir að taka upp þennan þátt með okkur og sjá svo að verði sendur út og svo hvet ég alla sem að hafa áhuga á ég bæði sjávarútvegsmálum og öðru að styðja við bakið á stöðinni eins og þau treysta sér til og geta og svo þakka ég bara fyrir mig. Takk. Takk.